sem eru stundaðar þar á Lunda og hann Erpur ætlar að fjalla einmitt það, stofnvöktun Lunda. Gjörðu svo vel. Takk hérlega. Sæl verið öll og velkomin. Sjá þetta hérna. Já, hérna leysirinn. Já, ég ætlaði semst að, eins og titlinn gefur til kynna, að tala stofnvöktun Lunda en reyndar í víðu samhengi. Heyriði öll vel í mér hérna. Og sem því ég ætla að tala miklu meira en bara þessa vöktun. Og hérna nú yfirlit hvað ég ætla að tala Ég ætla að byrja svona á að ræða aðeins þessa, já, svona þetta, viðkomu og sem við köllum lundaral, svona, það svona að vera smá grína hár og svona, við köllum. En sem sagt, við förum í kringum landið 2 ára á sumri og höfum gert síðan 2010 og mælum viðkomu fæðu og líftölu og reyndar ýmislegt annað svona í leiðinni sem þá hliðarverkefni bara. Og síðan ætla ég að venda veginn kross og fara aftur og bak í tíma og segja ykkur frá rannsókn sem ég gáum á 21 sem að fjallar framleiðslu pysja, eða já, pysju framleiðslu. Sem að dreifa sér landið og sinna verkefnum í héraði, en ýmis konar verkefnum, en þær sérhæfa sig hérna oft að einhver ákveðnu og það sést kannski mjög vel í merki Náttúrustofu Suðurlands hvar fókusinn Hann á þessu fyrirbæri Lunda og miklar og góðar rannsóknir sem eru stundaðar þar á Lunda og hann Erpur ætlar að fjalla einmitt það, stofnvöktun Lunda. Gjörðu svo vel. Takk hérlega. Sæl verið öll og velkomin. Sjá þetta hérna. Já, hérna leysirinn. Já, ég ætlaði semst að, eins og titlinn gefur til kynna, að tala stofnvöktun Lunda en reyndar í víðu samhengi. Heyriði öll vel í mér hérna. Og sem því ég ætla að tala miklu meira en bara þessa vöktun. Og hérna nú yfirlit hvað ég ætla að tala Ég ætla að byrja svona á að ræða aðeins þessa, já, svona þetta, viðkomu og sem við köllum lundaral, svona, það svona að vera smá grína hár og svona, við köllum. En sem sagt, við förum í kringum landið 2 ára á sumri og höfum gert síðan 2010 og mælum viðkomu fæðu og líftölu og reyndar ýmislegt annað svona í leiðinni sem þá hliðarverkefni bara. Og síðan ætla ég að venda veginn kross og fara aftur og bak í tíma og segja ykkur frá rannsókn sem ég gáum á 21 sem að fjallar framleiðslu pysja, eða já, pysju framleiðslu og tengslu sjávarhita alveg frá 1880. Þetta semst öll háaveiði saga Vestmannaeyja. Hún mjög athyglisverð þannig að það eru gríðarlega sterk tengsl. Og síðan vendum við enn einu svona, þetta svona eins og Monty Python segja svona, and now for something completely different. Að ætla að segja ykkur frá kortlægningu vetrar- og fellistöðuna sem við höfum verið að bauka við líka og svona nýjar staðreyndir þannig lagað og skemmtilegar, mikið að gerast. Ætla aðeins að segja ykkur frá veiðistofngerðinni. Þetta svona fyrir þá sem á að veiða Lunda og halda þessu einangra fyrirbæri einhvers staðar þar sem þeir veiða, en það semst komið í ljós að þetta rúmlega einn veiðistofn í landið og ætla að svona ljúka þessu með því að hrella með stofnbreytingu af sögunni í síðustu áratugi og skulum bara vinda okkur í þetta. Eins og ég segi ykkur á mælu við líftölunum með lítmerktum fuglum. Við höfum gert þetta á 2 stöðum, Vestmannaeyjum, þar sem þetta ekki gengið nógu vel, að langt færi á fuglana og svoleiðis. En þetta svona sem kallast citizen science á ensku. Við lítmerkjum og svo býðum við til túristunum að taka myndir af fuglunum sem að senda okkur svo mynd og þetta eru lesanleg merki á færi. Við ætlum að bæta við 3 svona byggðum í ár, en fyrstu niðurstöðu komið mitt í fyrra. Síðan mælum við hérna hvað að gerast í 12 byggðum. Við förum yfir 1000 tólur í 12 byggðum í kringu landið og hérna kíkjum inn í þær með svokölluðum hólumyndavélum sem eru bara vídeótæki og enda og kapli sem tróðum inn í hólunar og við erum reyndar að þróa núna útbúa þermalútgáfu þessu, það er svona prototípa í gangi. En það svona saga, en við kíkjum sem snemma í álegu þegar þeir eru eggi og svo seint í áungatíma. Þannig fáum við hvað margar hólur sem að fá egg og marg egg sem breytast í fleyga unga, eða líklega allir sem verður fleygir. Við höfum verið að ljósmynda fæðuna
síðan 2011 og erum með tæplega 30.000 greindar myndir af fæðu og fyrir hverja byggð. Síðan hefur líka verið að taka lundaskít og greina hann með DNA barcoding fæðu og þungmálma, það er reynda grein sem er að koma út með það núna bara á árinu og svo framvegis. Það er nú ýmislegt í gangi sem ég ætla ekki að segja ykkur frá af því það er bara ekki tími í það. Hérna er dreifingin á byggðunum okkar. Við förum rangsælis núna, það er varpið aðeins fyrir viku til 2 vikum fyrir austan og norðurlands og almennt séð er það þannig hjá sjófuglum, það vorar fyrir hann í sjónum og þannig að við byrjum reyndar í Reykjavík, það er stæmur að taka hana síðasta, hoppum svo í Ingólfsöð og svo tökum við þetta hvert og þetta öðru og endum í Vestmannaeyjum og Dýrafirði. Við erum bara að taka Ingólfsöð og Dýrafirði, þetta er auðvelt svæði og nálægt fiskimiðum, þetta eru lítil vörp, en þetta er svona hentuleika valið en mörg af þessum vörpum eru stór. Hérna sjáum við gríðarlegt safna, ég ætla ekki að fara í gegnum þetta í detalji, en sem sagt, ég skipti þessu. Þetta er umlega lundarallið einu klær og súluritin eru hérna fæðursamsetningin og línuritin eru unga framleiðslan. En það sem er kannski markverðast í þess að við bara byrjum hérna í norðvestri, efst í vinstri, að þá sjáum við niðurstöðurnar frá Kristjáni Lélingdal og Jóni Sólmundsinni sem gerðu úttekt á fæðuvæli 6 sjófuglategunda við Ísland 1994 og 5 og þetta eru fullorðnir fuglar. Við erum náttúrulega að skoða pysju, það sem pysjurnar eru að fá, þannig að það er nú ekki alveg 100% sambarilegt en mjög svona áþekkt. Þetta er mjög áþekkt reyndar. Þeir bera allir síður ljósátu í ungan en ef þeir gera það þá vitum að það er svona last resort, þá eru þeir ekki að finna feita fiska sem þeir leggja meiri áherslu á að bera í ungan, meiri orka. Og ef tökum svo norðvestri hérna þessi súla við hliðina, þessi sem ég er að fara yfir hérna, það eru allar þessar hérna að setja saman í eina. Þetta er frequency of occurrence, þess að tíðni fæðutegund í fæðunni og það er búið að flokka þetta niður í svona þessar stærstu grúpur. Appelsínugula er sílið, sandsílið eða marsílið eins og heitir offisíalt og við norðvestan er þetta tölvöld blönduð fæða, það er svona blandað af loðnu og síli og svo alls konar öðru, meðal annars síld og fleira í þessu græna hérna og einnig smá ljósata. En það hefur breyst, þetta er svona síðasta kaldskeiðis amó og við erum núna á hlýskeiði, þessu amó-hlýskeiði sem er ennþá ríkjandi og síli hefur aukið töluvert hlutfallsitt og loðnan nokkurn veginn horfið og það er svona fæðusamsengin hefur breyst töluvert mikið, alveg óháð því hvort þetta séu fæðu fyrir unga eða fullorðna. Og varparangurinn er tiltölulega hár og frekar stöðugur. Ef við förum á Norðausturland, það er svona meira gerst kannski, því þar var 90% fæðunan loðna og loðnan eins og þið vitið hvarf upp úr 2003 eða uppeldisstöðurnar færðust frá landinu og verður ekki svona, fuglinn er ekki í þetta almennilega. Eða alls ekki og sílið raunverulega tekur alveg við. Það er sílið þarna en það sjálfst auðveldar að ná í loðnu og sílið orðið svona helmingur fæðunar og þetta græna hérna það er svona aðra tegundir og ógreint og svo er þessi dökkbláa hérna sem er svolítið athyglisvert. Þetta eru lirfur. Þetta er fyrst og fremst blandað af loðnu og sílalirfum en við eigum með að greina þær sundur og myndum, þetta er svona glæri lítil kvikindi oft úr fókus líka en ef það er mikið af þeim þá er bara hreinlega kerfið mjög seint á ferðinni, þannig að ef við sjáum mjög stóra bláa súlur þá er eitthvað svoleiðis í gangi. Það er sama að segja, það er bara hár almennt varparangur góður á Norðurlandi í heild, þótt að það voru mjög mikla breytingar í fæðu. Á Vesturlandi var fæðan svona 70% síli og er ennþá og loðnan hefur meira að minna horfið miklu leyti. Þar voru skelfileg ár hérna framan af og tók að bæta úr 2015 og hefur svona haldist þokkalegt og sílið hefur verið að aukast í hlutfalli þarna í fæðinni stöðugt og er að koma tilbaka. Þetta á sig ágætis samsvörun við mælingarnar á Valjaboga á sílinu. Austurland er mjög óvinnilegt, eða svona sker sig út frá hinu svæðunum. Þar var þetta blanda af síli og hérna ljósátu, þetta bláa hérna, í den. En í dag
þetta mjög stór partur af þessu eru lirfur og mjög seint á ferðinni þarna. Það eitthvað mikið að gerast í kaldasjónum þarna fyrir austan. Þetta byrjaði einmitt eins og fyrir vestan og sunnan með mjög slæmum árum 2010-11. Það einlega drafst allana. Það var mjög skrítið að koma þannig í Papey. Það var bara allir ungarnir döður og innan við viku. 150.000 döður ungar út allt. Það var bara svona dauðalykt, sætlykt í loftinu. Við höfum svakalega myndir af þessu. En það önnur saga. Það mjög mikið semst lirfur og þetta nú fá sýni bak við þetta en það að aukast svona með einhverjum breytileika sílið þarna aftur. Og svo það að lokum Suðurlandið eða þetta nú Vestmannaeyjar aðalega. Þar hefur ástandið verið verst og tekur nú að skána upp úr 2015 og sílamagnið aukast. Þar var 100% næstuði síli aðalfæða en datt alveg niður í 30 og hefur verið smá loðnaðna líka. Og svo ýmsar aðrar tegundir sem poppa upp eins og rauða sævesla og svona, það bara þeir taka það sem eitthvað sem fyrir frá nefið það sem kjafti kemur sem maður segir. Og þetta svona helstu samantektin á þessu á hundaveði. Hérna sjáum við lítmerkin sem við notum. Það að lesa þetta á 100 metrum í góðan sjónauka og við fengum niðurstöðu núna frá Hafnarhólma sem ekki í Borgarfirði eystra sem ekki í veiði. Og þetta frekar lág tala en hún alveg innan þessa mengi sem að mælingar liggja fyrir annar staðar frá og núna hugmyndin að sjá hvort að þessi tala sé eins og allstaðar. Ég reikna frekar með því að þeir eru á sömu vetrastöðunum og það nú það sem að þessi afföll verða nú sennilega einna mest hjá svona langlugum tegundum. Nú þá Monty Python, ætla að tala allt annað, samband lundaveiðinnar og sem að ég ætla að segja aðeins meira við viljum meina hún sé árgangastæðir og svo sjávarreitans. Fyrst aðeins háaveiðina. Þetta eru raunverulega 3 árgangar, 2, 3 og 4 fuglar. Eins og fuglarnir koma ekki til lands sem uppi staðan í veiðinni, svona 70-80%. Það fyrir svolítið náttúrulega til árferði. Þarna sjáum við, þetta mjög sterk gagnanna bakvið og þeir verða 75% kellinga, hann búin að verpa 5 ára og alla 6 ára. Þannig að það svona kynþróska skaldurinn og þetta endurspeglar miklu leyti mismun í atferli milli varfugla og ungfugla. Ungfuglarnir eru bara eins og unglingar á rúmtunum, meðan að fullorðsfuglin eru að ylja eggið út á sjó og ná sér að éta eða ná í mat fyrir ungan og ekki í þessu hringsóli eins og algengt í þessum vörpum. Þetta kallast hjól. Og ekki eins bara næmir fyrir því að verða fyrir hávinum. En það sem við gerðum var að nota þessi hlutföll sem við höfum fundið út með merkingum bara í Vestmannaeyjum og breyta veiðinni í kompartmentalega. Þá búum við til vísitölu sem við segjum að 20% veiðinni sé þessi árgangur og 30% þessi árgangur og svo framvegis. Þannig að við búum til árgangavísitölu úr þessu. Og hún bjöguð, hún minnkar aðeins og stóra árgangana og stækkar aðeins litla árgangana. Þannig en þetta bara til þess að það sé auðveldar að tala árgang í staðinn fyrir einhverja blöndu árgangum. Það svona auðveldar að hugsa þetta með þessum leiðundum að það verður smá bjögun í því. Þið sjáu þessi rauðugögnin, orginalgögnin hérna, en svarta línan þessi vísitala. Og þetta grá einhver öryggismörk utan það. Það er mjög mikið sveifl í þessu. Þetta byrjar 1880 og nær alveg til dagsins í dag. Hérna þessi svarta kúrfa sett hérna inn en það búið snúni við. Það vegna svona andhverfa hita línunar. Það blá lína og grá lína, þetta sést mjög illa en það skiptir kannski ekki alveg öll máli þegar það er alveg eins. Þegar búið snúið við. Með öðrum orðum lundin hann étur hita, eða hann fylgir hita algjörlega. 72% breytileika í ungaframleiðslu og lunda skýrðu með yfirborðshita sjávar í þessi 140 ár sem við höfum gögn. Þetta sést kannski betur á þessari hérna mynd. Hérna ársmeðalhiti, þetta er ársmeðalhiti á Selvogsbanka og hann 7,1 gráður síðastliðin bara frá upphaf mælinga. En ef að hitin víkur 1 gráðu upp eða niður, þá lækkar ungaframleiðslan 55%. Þetta það sem skildi mér svolítið þetta grein sem kemur úr 21 og mjög athyglisverð því hún hefur held ég miklu víðtækari skírskotun hvað svona að gerast í hafinu hérna við Ísland heldur en bara gangað lunda.
og auðvitað étur hann ekki hitastig en hann étur síli og síli er mörguleiti mjög nefnt fyrir hita eins og margir fiskar. Hérna sjáum við tengsl á milli hérna það ekki sama hvort að hver sumarhittin skiptir ekki alveg öllu máli nema að fylgi eða hlýtt sumar til dæmis og fylgir eftir hlýr vetur þá samverkun sem verður og það alvestu árin sem við sjáum í þessari púlíu. Þannig að það skiptir máli hvort það fylgir heitur vetur eftir heitur sumri eða hvernig það nú Ég ætla að skýra þetta betur í þessari hérna mynd. Ég veit ekki hvort skýri mikið eða flækir bara málið en ok, þetta sem byggir á lífeðlisfræðilegum rannsóknum sem að Van Deurs og reyndar fleiri eða mikið gert að þessu búið verið að gera góða hluti í norðursjávar sandsílið og tilrauna labbavinnu líka. En síli sem annars vegar vex hægt eða hratt, hvort það kalt eða heitt. Ef það kalt, þá efnaskiptahraðinn lágur og þannig getur sett meira í fituforða. Eða, já, og við erum að tala núllgrúppu síli. Það klekst einhvern tímann snemma vors og hérna lirfustigi, svo kemur vorblómin og hérna dýrasvið og það hefur álveru vaxtarskeiðið og ef það hlýtt sumar, þá hækkar grunnefnaskiptahraðinn upp sem þá brennt og umhverfislega orkusóun. Það ekkert að nota þá orku í orkuforðan. Þar af leiðandi eftir hlýtt sumar þá orkuforðinn lægri sem þessi rauða kúrfa hérna eða kaldara sumar þá orkuforðinn hærri. Þegar að kemur að veturinn. Þetta eins og allir aðrir fiskar meira að minna sveltu við veturinn svona miklu leyti líkjandi í sandinum og býða til næsta afkomi. En ef það verður hlýr vetur þá brennir það þessum forða hversum hann miklu hraðar. Og ef það gerist þá getur það að klára þann áður heldur en að fæðutoppurinn kemur svo sem voruð eftir og það að leiða til drefsta. Það þessi hauskúpa. En kaldir vetur, það tegir lopan fyrir það og byrðirnar endast lengur og þeir eiga meiri séns á að ná í vorblómana árið eftir. Þetta einmitt einkenni á Norðurlandi að það kaldir vetur og sílið á auðvelt með að skrimta þar. En það hægt að reikna út lágmarksstærð, sem sagt hérna lengd threshold þetta kallað hérna LTH, sem það þarf að ná gefin að einhverjum gefnum hitaprófíl einhvers veturs, hvers árs. Við eigum þessi gögn, ég búin að reikna þetta. Hérna sjáum við það er þetta bláa, þegar það svona kaldskeið eins og að reyna ammoskeiðið fyrsta þarna á síðustu öld, þá þurfum við ekkert að ná mikið stærð til þess að skrimta. Svo kemur hlýskeiðið, þá þurfum við að vera töluvert mikið stærri. Og svo kemur hérna hafísárin eða síðasta kaldskeið, þetta sama, og núna síðasta hlýskeið þá hérna þurfum við að vera stærri. Og stóra spurningin eru þau það? Hvað eru það að ná þessum þröskuldið ekki? En svona áðin ég svara þessar spurningu sem við kemur í næstu glæru. Þá sjáum við að þetta eru andhverfur og þessu leyti þá fylgir sílið þessu hiti, þetta núna bara hiti sem það endurspeglar. En hugmyndin hérna að sílið sé að fara upp og niður og það sé það sem að sé að stjórna unga framleiðslu í Lundunum. Það frekar svona líklegt dæmi. En Eyjólfur og Valur eiga þessu gögn sem tók saman og þá kemur í ljós að 60% af sílónum eru yfir þessum þröskuldi í kringum 80 þegar það kalt. En það snýst við núna eftir aldamót. Það eru 60% eða meira yfir undir þröskuldinum og eru líklega til að drepa stærra leiðandi. Þessi hauskúpi, ég nýbúin að finna þessu hauskúp. Og þetta mjög mikil margt þetta á þessum hlutullum. Við erum ekkert á milli mála og þarf ekki mikla pælingar á baku það. Þannig að það svona ákveðin grundvöllur fyrir að þetta getur svona verið einhver sannleikur í þessum hugmyndum. Og þá skulum við, ég ætla að hoppa 2 tilbaka. Þetta fall hérna niður ótrúlegt. Hérna sjáum við byrjunum síðasta hlýskeið í kringum 2030. Þetta heilmikið fall. Okkar nýja alltaf því 2-falt stærra það bil. Sem vísbending að það sé eitthvað meira þarna í gangi heldur en bara þessa svona business as usual eða hvernig hitinn virkar á sílið eða hvernig það nú Þetta nú sjálfsagt flóknara dæmi. Ups, ég fór í vitleysu. Og ég farið ennþá aftur á bak. Svona. Það gaman fyrir þá sem á netinu.
En það sem sagt tímasetningan á þessu öllu og þessi mismatch hugmynd sem ég ætla nú bara að skýra þessari mynd hérna að þessi fyrsta kurva hérna eru til dæmis sandsílalirur. Það koma einhvern tímann á vori og svo seinna kemur dýrasviðsblómin sem fylgir í rauninni kjölfar þörungablómans eins og skuggi og ef þau eru nálægt eins og sýnt hérna þá mikil skörun sem við sjáum þessum lituðu svæðum hérna og allt í góð. Það nóg að éta og allt vel, gott og vel. Ef að hins vegar verður mikill munur á milli, ef að sandsílin eru fyrir á ferðinni og eða dýrasvið seint á ferðinni. Það verður lítil skörun hérna á milli sem sést á þessu gráa svæði. Þá nú frekar líklegt að þessi árgangar hreinlega bara drepist úr hungri. Og Brandir og fleiri gerðu þetta með fyrir Selvogsbanka í 30 ár stúdíu sem ég sýni nú hérna bara tímasetningu Kalaneseggjana sem eiga að vera svona gullfæða fyrir sílalirurnar og ég ætla ekkert að fara ég setti rauða doppur þarna við toppana svona til að hjálpa augunni, þetta svo þétt gröf á honum og svona sprengjur það sem þarna eru undadauða pysjár sem skiptir nú ekki öllu máli hérna en aðalatriðið hér að það mögulega ekki til neitt sem heitir vorblómi. Þetta út allt sumar og ekkert sérstaklega bundin í voru. Reyndar í þessu gögnu virðist þetta að vera tvítoppa. Það algengar að sé vor eða síðla hausts snemma eða í ágúst eitthvað. Það síður mitt sumar en þetta nú kemur betur í ljós þegar við keyrum hérna módelið okkar sem ég segi ykkur frá núna fyrir síðan 1878. Bara við tökum öll viðurgögn sem eru til og búum til þessi módelur með þessi gögn. En þetta mjög breytilegt og hann skýrði 30% breytileika í nýliðuns þorsks með þessu tímasetningu. Sem þetta mjög athyglisverð stúdía sem ég heldur nú ekki fengið alveg nóg mikla athygli með hvað hún athyglisverð. Ef við horfum þetta frá sjónarhóli Lundans þá byrjum hérna eftir vinstri og þetta vinna sem að Kristín Gummarsson með okkur hann tók gervihnattargögn og skoðaði blóman hvenær tímasetningin á honum og á Selvogsbanka sem undirliggjandi og þegar við skoðum tímasetninguna hvenær lundin verpur þá hann virðist ná að lesa einhverju leyti honum seinkar varpinni á honum eftir þessum blómum verður seinna. Og ég held þetta sé vegna þess að hann að éta ljósátu náttlampa á vori og hann ekkert að lamplampa fyrir hann verður blómi. Þannig að það svona klukkan sem hann að nota, held ég. En það við sjáum allan það tengsl þar. Það sem athyglisverðara að því seinna sem þetta verður, því færri fuglar verpa. Við erum að detta úr hormónaástandi eða hvernig sem það nú stjórnast, en það bara eru fleiri fuglar sem treysta sér í varp eftir því sem þetta verður seinna. En viðkoman, hún dundrar niður eftir þess að þetta verður seinna. Færri ungar komast á legg og færri förverpa. Það sama, þetta margfeldið viðkoman. Og enn fremur þá lækka þyngdin á pysjunum eftir þess að það verður. Pysjur sem eru á þessu hérna bili, svona í kringum 240 grömm, versus það sem eru hérna í kringum 300, það fimmfaldur munur á lífslíku þeirra. Þannig að þótt þessi pysjugreisi að komast á væng, þá eru dauðadæmd ef þau eru frekar létt og það akkurat það sem hefur einkennt þessi ár 2005-15 þau eru mjög létt og á þessu dauðabili. Þetta nú frekar ljót afla, maður á aldrei verið með svona ljóta töflur en ég varð eiginlega slapp ekki við það en ef við byrjum hérna neðst niður þá erum við við byrjum núna í febrúar að svona keyra alveg þetta eins og vél vorblóman í one dimension eða eins bara svona súla í gegnum vassbólinn á Selvogsbanka 3 stöðinni, það svona ímyndaði punktur sem við erum að módelera. Þarna erum við komið með öll viðurgögn, þetta eru viðurgögn mörgum sinnum á dag sem dælt inn í þetta, þrýstingur og stefna og vindstyrkur og geislun og ég veit ekki hvað, það nóg inputið í þessu. En út úr þessu kemur, ég sýndi ykkur rétt bráðum, það kemur bara hreinlega út hvenær vorblómin verður og raunverulega hitaprofíllinn í hafinu. Það það sem stjórnar vorblómunum. Við byrjum á því að keyra þetta frá 49 til 24 og erum núna svona að gaufa þann tíma sem til fyrir gervihnattargögnin, svo við getum kalibrað þetta með þeim. Svo getum við borið þetta saman með hafránmælingar, hitamælingarna, því þetta spái líka hver hitin
og það er að bera það saman með þess ársfjórðungsmælingar og sjá hvort að módelið sé nú svona nokkurn veginn á réttu róli. Dýrasvifið er umverulega bara svona chaser model, svona skuggi af hinu sem senkað og senkunin ræðist að kynslóðatíma Kalanus sem um 2 vikur, það er reyndar hitaháð og við tökum það með inn í reikningin. Þá erum við komið toppinn á svifinu, eða þess bara allan prófílinn á svifinu. Ég er búinn að reikna út sandsíla klakktíman og hrygningatíman sem byggir á gögnum frá Norðursjó og niðurstöður laboratóriu. Ég sýningu það líka rétt bráðum. En mismunurinn á milli dýrasvifstoppsins og klakktíma síla, þetta gæti verið okkar mælikvarði á hvort að það sé mikið eða lítil skörun á milli þessa tveggja fæðuþrepa og við getum borið það svo saman aftur við sandsílið sem eru til hlutföll í mögum, sem kannski einlega lengsta serían sem segir okkur eitthvað hvernig sandsílinu hefur gengið. Beinumælingarnir eru frekar stuttar, en lundin eigum við viðkomu eins og þau búin að sjá mjög langt aftur og ég er að vinna núna að reikna út líftölur út frá merkingum sem geta gefið okkur svo kölluð Katz-curve analysis, geta hugsanlega gefið okkur hvernig þessum písum að reiða af og svo höfum við fenalógin eða brottfara tíman hjá písjónum síðan 1937. Kíkjum þess á það. Hérna sjáum við hvernig módelið gerir þetta. Þetta er heilt ár, 3 svona árball þessar sýningur. Dökkblá er botnhitti og rauða er yfirborðshitti og græna er klórofíll. Leið og það verður hitaskil í sjónum þá fylgir vorblómin í kjölfarið og þið sjá hann er svona breytileiki og þetta er annars vegar áhrif vinds eða sterkra sjávarfallastrauma sem að blanda þá yfirborðslaginu og tefja hæ á blómanu þannig að þetta er aðeins úr syng. Og hérna eru svolítið athyglisverð ár, 98 er svona frekar snemma, þetta er dregið 180 daga þessi punktalína, 14 er svona kannski einhvers staðar í kringum en 2015 er alveg séruparti. Þarna voru lundapyssurnar að fara í lok október, byrjun nóvember. Vorblómin varð í ágúst. Þetta er alveg ótrúlegt ár og við sjáum þetta í gerðinhöndunum en módelið næri svo mjög vel líka þannig að maður er að fyllast meira og meira að trausta þetta að segja okkur sannleikann eða svona eitthvað nálægt honum. Ef við kíkjum svo á pyssurnar hérna aðeins aftur, sjáum hérna brottfaratíma pyssjana sem er þessi svarta lína og rauða eru hvað eru margar pyssur. Byrjum hérna á þessu árum hér, þetta eru 4 ár en þetta er á síðasta hlýskeiði. Það eru eðlilegum tíma á síðasta hlýskeiði en eru mjög fáar, en bara gekk illa, lítið að síli og það er alveg þekkt. Hérna er svona business as usual, ef við getum hugsað okkur að það dragi meðaltals línu inn í gegn, þá er hún cirka svona. Jú, það er mikill breytileiki, ef við skulum ekki fókusa á hann, heldur það sem gerist hérna eftir 2003. Þá hrynur framleiðnin í þessi 5-15, en það verður gríðarleg senkun. Þetta er 18 daga senkun, þetta er 1,5 staðalfrávik frá þessi meðaltali fyrir 2003 og þetta er reyndar að koma niður aftur núna. Pyssurnar taka vissir aftur sílið hérna 2015 aftur en það er áfram svona mikil senkun og þetta er alveg sérapart og virðist vera eitthvað sem er eitthvað frekar óvenjulegt sem ég ætla nú að sýna ykkur betur hérna. Hérna sjáum við útreiknaðan hrygningatíma og klaktíma. Hrygningatíminn er fall af hvað kólnar hratt á haustin. Það er að hrygna á Þorláksmessu, það er svona miðgildi og sjálfsagt það er heilmikið breytileiki, það er þessar gráu súlur. En klaktíminn, hann er náttúrulega bara egghittastig, ég man ekki hvað, 100, það er einhver fasti sem sagt. Og ef við horfum bara hérna á þetta hlýskeið hér, þá sjáum við að þetta klakið er frekar snemma fyrir, það er hlýtt, eggin klekjast fyrir þegar það er hlýtt. Og sama hér, og þegar það er kalt sem er þetta hérna, þá eru þau seinna ferðinni. Þetta er núna öll þessi spagetti er einfaldlega að segja þetta. Ef við berum svo sílið og lundan saman, hérna er klaktíminn bláa, þetta er bara sama við vorum að skoða, þá sjáum við að hérna, það er eitthvað að gerast hérna. Það sem mig grunar og gerðarnáttargögnin benda til þess að við sjáum að sílið er aðeins fyrir ferðinni í svona hlýja árum,
en vorblómunum hefur seinkað. Þetta semst við fara í sikkur áttina. Og þess vegna erum við með svona óvenjulega mikla seinkun í lundanum, hreinlega vegna þess að það ekki bara hitinn, heldur líka tíminn þessi tímasetning að kála sílunum. Og þetta bara síli sem þetta skiptir máli? Ef við skoðum átvísagögnin við suðurströndina, eða CPR, Continuous Plankton Recorder, hérna það þessi bláu, þetta eru fjöldi fiskilirfur, bara allar lirfur tekna saman. Og þetta rauða þess að mikil gagnagatt hérna, vandamáli þessu gögn, en ef við skoðum apríl til ágúst, þessar 5 mánuði sem mest þessi seiði, langmest, og ef það farið alla 5 mánuðin allan einu sinni oftar, þá er þetta hér. Og við sjáum það alveg farið hérna á þessu tímabili, ekki oft en vantar hérna ákveðin árin. En svona öllu því sleftu, þá sjáum við að það bara himinn og haf hérna á milli, það eru bara engin seiði síðan 80 eitthvað. Það löngu fyrir þessa seinkun, það eitthvað mikið að gerast hérna í hafinu sem hlýtur eiga sér einhverja skýringar, væntanlega. En þess betur fyrir hefur þetta verið uppleið frá 2012 eða eitthvað svoleiðis og við sjáum þetta í sílinu til dæmis. En þetta mjög athyglisvert að mínu mati. En mynduðu kvæðun okkur í kross og skoðum vetur- og fellistöðar. Við erum svo heppin að hafa verið með í þessu SeaTrack-verkefni sem stærsta samvinnuverkefni. Við erum að setja tæki á fugla sem kallast dægurittar, mæla hverjir eru á hverjum degi en við verum að ná þeim aftur til þess að dæla gögnunum að þeim. Við erum með 15 tegundir og búin að það bara kemur út, við vorum með heilt hefti af maps undir niðurstöður fyrir 21 og þetta orðið svo prentvél í hvað erum niðurstöður og förgum greinum úr þessu sem voða gaman. Við getum sýnt ykkur eina skemmtilega sem umræðir, en hérna eru niðurstöðurnar. Íslenskir lundar, þeir stundar svona svo fara í þríhyrning, lundaþríhyrningin. Fara frá Íslandi yfir til Labradorhafs, eru þar fram á áramótum, áramótum, fara þarna lengst í suður yfir Atlantshafshryggjinn og eru þar svona eitthvað fram undir vori og fara í áttina til Íslands og fella hérna svona miðja vegu. Lundi svartfugl og allir svartfuglar, þessi ætt þekkt fyrir að vera með svo kallar katastrófmold, sem þýðir að handflugfjaðrirnar sem þið sjáu hérna, þessar endafjaðrir í vanginum, eru allar felldar samtímis. Og það komið í ljós að þeir eru ófleiri í 45 daga, sem sagt út í miðju Atlantshafi og komast náttúrulega ekki spönn frá rassi. Og ef það eitthvað að gerast þarna í fæðuframboði, þá náttúrulega eru þeir svolítið, ég vil helst ekki segja það en sitting ducks, sko. Og sjáum hvað hefur verið að gerast þarna. Hérna sjáum við aftur CPR-gögnin, þetta grein í Nature Communication Biology, þetta Edwards, komið 21, þetta náttlampinn. Og hérna sjáum við útbreiðsluna, rautt mikið og blátt lítið. Þetta svona áratugirnir teknir saman. Það verður hlýnunin hérna, eins hér svona allstaðir í Atlantshafi, upp á 95,6 og náttlampinn dregst saman 50%. Þetta á fellistöðum. Og mögulega eina ástæðana fyrir því að skýringunum sem ég kemur að þetta. En ég ætla nú að taka smá útúrdúr af því að ég svo dálítið montinn að þessu hérna. Að við tókum, þetta sem Davies og 64 höfundar, tókum fullt af fólki sem saman og stöfluðum gögnunum okkar í eina hrúgu og fundum út að í miðju Atlantshafinu super hotspot. Það yfir 5 milljón fuglar sem eiga þarna vetrarsetu og hvalir og hákarlar og hvað eina. Þetta svæði einkennist af miklum iðumyndunum, þetta vindadrifið myndi, Golfstraumurinn við breytist í Norður- og Atlantsstrauminn, bara nafn, en það mjög mikið iðum hana, það mesta iðukerfi sennilega á jörðinni og í þessum iðum skrúfast upp, þetta eru uppdælingar, annarkvort í jöðrunum eða í miðjunni, hvort snúðar drétt eða rangsalis, en þarna eru svona sumarskilyrði af vetri. Og þetta forsendan fyrir því að þessar stofnstærðir á þessum sjófuglum sem við þekkjum flest hérna og við búum á Íslandi eru eins og þær eru. Ef þetta væri ekki þarna, þá væri við að tala brot af því sem við sjáum. Þetta er umlega forsendan fyrir því þið getið lifað af veturinn. Þessi fæðuframboð sem annars frekar lítið á okkar breiddargráðum. Það eru líka hákarlar, þeir eru aðalega í öðru hvorum, mann er gott að réttsælis í íðunum og alltaf í jöðrunum. Þetta er mjög skemmtilegt kerfi. Svo hefur þetta undið upp á sig. Þetta nefnilega
nýbúið að friða, bara 2 árum eftir þessi grein kom út, tók OSPA sér til og friða þetta. Þetta er svæði sem er 600.000 ferkilometrar, þetta er en Frakkland, og það stendur til að stækka það yfir á annars sáttmáli yfir til Kanada, alveg að efnahagslögsögu Kanada. Þannig að þetta er svona gaman þegar eitthvað svona sérstakt kemur út úr því sem maður er að gaufa. Nú, veiðistofngerðin, það er nú aðalega til þess að réttlæta það að veiðistjórnunarkerfið sé ekki þetta aðskilja eftir landslutum. Það er svona hugmyndin hérna baki. Ég verður að reyna að útskýra þetta fyrir veiðimönnum sem vilja segja að það sé allt í lagi fyrir norðan og þar af leiðandi mig bara veiða eins og þau vilja. En við vitum að áttagagriðu lunda er mjög takmörkuð. 60% af ungum sem fæðast einhverju eyju, þeir setjast ekki að í þessari eyju heldur einhverjum öðrum. Og við gerum stofnarafræði rannsókn á öllu Atlantshafinu, lundunum í öllu Atlantshafinu sem kom 21 í Nature Communications. Það kemur í ljós að innan Íslands er stofn FST, innbreeding coefficientin, hversu líkir þessar byggðir eru innbyrðis erfðafræðilega, þær eru eiginlega eins. Það er engin munur. FST þetta er allt eins. Og enda það skiljanlegt því að þeir eru bara mjög mikið þeir þvælast mjög mikið áður en festa ráð sitt eða ástrúst yfir einhverju hólu á einhverjum stað. En ef þeir gera það, þá halda þeir tryggðu hana alla ævi. En hins vegar afkvæða þeir að gera eitthvað allt annað. Og ég var búinn að segja ykkur frá háiðinni og eitt sem við séð líka aldurshlutföll í veiði eru eins til sunnan og norðanlands, þótt að sé ekkert að framleiðast, engin framleiðsla á ungum af sunnan en mikil fyrir norðan, samt er hlutföllin í veiðinni eins, ár eftir ár. Þannig að það segir að þetta er gríðarleg blöndun þarna í gangi og við sjáum þá ferðum merktra ungfugla, ég ætla að sýningu það. En það sem er merkilegast er þessi fylgni í veiði sem ég ætla nú líka sýningur. Hérna sjáum við hvað eru að fara, þetta er mest verið merkt í eyjum, lang yfirgnæfandi mest og þetta er svo sem ekki þetta taka þetta bókstaflega, þetta er hreinlega bara sýningur að þeir eru að fara út allar trissur og ég sýni ykkur það ekki en þeir fara líka töluvert til Færeyja, það er styttri til Færeyja frá Suðurlandi heldur en Norðurlandi til dæmis. Það fara frá til Vígur í Vístari Döpi, það er fljótlega að fara frá Ingós eða Skrúða Pabbi til Færeyja og þeir gera töluvert að því, það er bara merking að sýna það. En það sem er kannski ennþá athyglisverðara að hérna sjáum við veiðina í fyrri hluta síðustu aldar 1898-41 og þetta eru 13 sýslur þarna sem ég er búinn að langa saman hana og þetta er á normaliseruðum skala, ég nota það svolítið, það er auðveldara að bera saman svona kúrur sem eru mismunandi mikil veiði, að það þarf ekki þjálfa auga til að sjá að það er gríðarlega mikil þau eru samfasa eða synkroniseraður á góðri íslensku og mikil fylgni. Þetta gerist ekki nema umhverfisskilyrðin séu alls staðar eins, Moran-effekt, eða þá að þetta sé sama púlían af fuglunum sem er bara að hoppa milli varpa. Veiði einu stað er eiginlega, ef hún er há í 1 ár, þá er hún líka há á öllum hinum stöðum og öfugt. Þannig að það sjáum við mjög greinilega. Við erum líka með hérna, hvað gerist það? Ég ekki fært þetta lengur. Já. Það gerist ekki neitt. Það kom tæknivandræði. Meðan við leysum þau og þá er ég með aðræðismynd fyrir síðan frá 95 þegar Umhverfisstofnun fór að safna þessum veiðiupplýsingum. Já, glæsilegt, takk fyrir þetta. Hérna kemur hún. Að vísu sker norðvesturland hérna þessi ljósbláa svolítið úr. Það er vegna þess að það hefur orðið aukning í sóknarna. Þarna sækja kallarnir sem eru að fæða hérna veitingahúsabransan. Það er peningur í þessu. En ef við skoðum þetta aðeins betur með svokallaði cross correlation sem maður nota til að bera saman svona kúrfur, þá er fylgnin, þetta er bara person R, hún er gríðarlega há og með öðrum orðum veiði samankrónu ef hún er rosalega há fylgni saman hvaða landsluta það eru í. Og hérna sjáum við í bláu tölunum það er hníkin, þau eru öll meira 0, þannig eitt af það bara fyrir tilvíðun kannski, nema Vestmannaeyjar sem er suður. Það er ýmist pluss eða mínus 3 ár sem segir okkur að það eru fuglar að fara eða koma frá ákveðnum landslutum eða fara til eða frá eyjum. Og raunverulega hafa eyjar verið population sink eða svona stofnu þar sem stofninu ganga illa
en fuglar fara samt til hans vegna þess að það er mikið af fuglum að það er spennandi að vera, þetta er New York hjá lundanum sko. Og mjög spennandi að vera þótt að sé allir að ungandi kostakendur. En við erum að vinna í að búa til svona það sem kallast metapopulation model vegna þess að við erum komið með alls konar upplýsingar sem gera okkur kleift að gera svona svo kallaða á tölfræðimáli Bayesian töfra til þess að reyna að skilja hvernig raunveruleikinn virðist passa við ákveðna hugmynd eður ei. Og það er svona einhver framtíðarmúsíkrindar. Nú, þetta er sagan, veiðisagan frá 95. Það verður hérna 50% fækkun þessi 3 síðustu rétt fyrir aldamót. Þarna getur spilað inn fækkunin á ljósátinu á vetrarstöðunum og lélega gæftir hérna landið nema í Vestmannaeyjum. Það var alltaf slæmt, það var snýrist við. Og svo núna þetta sem við erum kannski eða mestu púðurinn í þessi seinni tíma fækkun og þetta, þarna nú hýta áhrifin orðin full. 2003 er hlýjast árið og þetta er svona full heitt, þetta er ekki alveg eins hlýtt hérna í byrjun, en það koma líka þessi seinkunar áhrif inn á blómunum. Og það er raunur. Við erum búin að missa upp undir 70%, 50-70% af stofnum. Ég man ekki alveg tölun, það er ekki með til kollunni að þetta, leiðum að reikna þetta með einhverju nýju módeli, þá kemur aðeins önnur tala, þetta er allt reiknaða stærðir. Þið verður bara fyrirgefið með það er engin, við lundaviðmenn les ekki það sem ég skrifa, þannig ég get kannski verið svolítið frjálslyndi með þetta, en það er alveg augljóst að það er orðið gríðarleg stofnfækkun hjá þeim og bara mjög alvarlegt mál og veiðar eru algjörlega ósjálfbærar. Þetta er langlíf tegund, alla veiðar leggjast við náttúrulega dánartölu. Það er ekkert svona svo kallar kompensatori eins og í rúpunni sem að þú gálar einhverjum fuglum snemma á hausti og þá eykur lífslíkurnar þeim sem eftirlifa. Það er ekki í gangi í svona tegund. Þetta er K-tegund, hinn er R-tegund svo kölluð. En ég ætla bara að þakka fyrir að hafa haft þetta í gegn, enginn sofnaði og þakka þessum aðilum fyrir.